Þitt tímaferðalag kom út fyrir 2 árum síðan og þar lesandinn aðalpersónan og getur ferðast í tíma og rúmi. Mjög mikilvægt að ferðast bæði í tíma og rúmi, annars endar bara eitthvað stór út í geim. Og þú getur farið og heimsótt alls kyns tímabil og við tókum svolítið svona rjóman af skemmtilegustu tímabilunum og settum inn í þetta leikrit og bjuggum til söguþráð í kringum það. Við erum með Egyptaland til forna, við erum með geimskip í framtíðinni, við erum með Reykjavík eftir svona tæp 30 ár eitthvað svoleiðis. Kannski ekkert svaka gott ástand þá. 4150. 4150, einmitt, nákvæmlega. Við erum að heimsækja, og alveg bara upphaf alheimsins til endaloka alheimsins og allt þar á milli. Þetta búið að vera bara mjög ánægjulegt ferðalag. Við erum dálítið vel skipulagðir. Við náttúrulega byrjuðum að tala þetta fljótlega eftir að við frumsýndum Þitt leikrit 1 og þetta byrjaði bara að fara í funksjón mjög fljótlega eftir að henni lauk og undirbúningurinn búinn að standa dálítið lengi að handritinu og við hittumst í vinnusmiðjum og þar fram til götunum, þannig að við erum búin að vera garfa dálítið vel og mættum dálítið tilbúnir til leiks þegar við hófum hinar eiginlegu æfingar. Þannig að, og leikararnir náttúrulega bara stórkostlegir og allt í listrænu teymið. Þetta var náttúrulega ekki hægt ef bara að væri einbeittur brotavilji að það í rauninni bara kannski gera enn betur en áður. Já, nákvæmlega. Og so far so good. Já, flekarnir fyrir aftan okkur eru sem sagt leyna á sér. Þetta ákveðið svona leynivopn í sjálfu sér. Þannig ég ætla ekki að fara of náið út í þá sálma. En þeir munu koma skemmtilega á óvart. Ég get lofað ykkur því. Þetta sýning fyrir alla fjölskylduna, en við erum að tala kannski 7 ára og eldri, en það líka bara fólk að meta það. Stundum erum við að dimma aðeins ljósin og gera pínu draugalegt, en svo líka risastórt hjarta í sýningunni og gaman og fyndin og skrítin og skemmtileg, svolítið bara eins og bækurnar. Þetta eru stórhættulega bækur, en alltaf ef að eitthvað slæmt gerist, þá má maður alltaf fletta tilbaka og prófa hinn möguleikann. Alveg eins í þessari sýningu. Ef sýningin endar illa, og sem getur gerst, þá bara, að því við erum í tímavél, þá spólum við einfaldlega bara tilbaka og prófum aftur. Þannig að það allt í boði. Já, við erum eiginlega alltaf að læra. Við lærðum mikið af einmitt þessu samtali sem milli áhorfenda á sviðs í Þitt leikrit 1. Þetta aðeins öðruvísi, format, óðalega slett ég, á þessari. Svona textahall. En þannig að samtalið verður örugglega aðeins öðruvísi. Vonandi bara, skemmtilegt vissulega, skemmtilegt samtal og í rauninni ef eitthvað gagnvirkara heldur en áður. Áhorfendur munu hafa í rauninni meiri möguleika, meiri áhrif til þess að fleyta sögunni annaðhvort áfram eða ekki. Þannig að við erum bara byrjuð að kynnast því samtali núna og fyrstu viðbrögð bara mjög jákvæð og skemmtilegt, þannig að við hlökkum bara til frekari lærdóms.